Komið sæl og verið velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra þann 31. maí 2024. Það gífurlega ánægilegt að vera komin aftur á skjánum með ykkur, kæru áhörundur, hlustendur, lesendur í þessum vikulega fréttaþætti með einföldu grunngildin, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Þau gildi eru komin frá Jónasi Hallgrímssyni og í þessum þætti erum við þjóðleg? Nei, ekkert svo, en svona tiltölulega engu á síður. Við erum einnig markaðsinna, við erum að frjálsum markaði og erum í samstarfi við mikilvæg íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Myntkaup. Myntkaup býður upp á örugga og einfalla leið til að kaupa rafmyntir á Íslandi með leyfi og allt saman, öll tilskilin leyfi frá fjármálaeftirlitinu, þannig að þetta er ekkert bull og þetta er ekkert aðeins Bitcoin heldur ýmsar rafmyntir og eins og þið hafið kannski orðið vör við þá er töluverður uppgangur á þessu sviði þessa dagana, þannig að ef þið viljið kanna málið, prófa að dýfa tánni ofan í þennan eignaflokk, farið á myntkaup.is, örugga og einfalla leiðin til að kaupa Bitcoin og annað. Annar samstarfsaðili er Þorgrímsson. Það er byggingaveruverslunin mín. Kíktu í Ármúla í alvörunni, bara til að skoða, eða á síðuna þeirra, til að skoða vandaða, hagstæða byggingarefnið sem þeir eru með. Inn á bað, eldhús, stofu, svefnherbergi, eftir að gera eitthvað upp. Það er alls konar panelar, alls konar mjög áhugalausnir sem að reyla vissi ekki að væri til þess að gera einfallega gæðaleg og góð rými fyrir ódýran á hagstæðverði. Þannig að ég hvet menn til að skoða þá snild hjá Þorgrímsson frá 1942, þetta er ekkit eitthvað nýtt og menn ekkert að grínast. Reykjavík Fótó á lokum, Reykjavík Fótó, farið á Reykjavík Fótó á Laugavegi eða á netinu til að skoða ódýrar og snildarlega leiðir til að fá betri mynd, betra hljóð, betri lýsingu fyrir efni sem þú ert að búa til. Ég versla við Reykjavík Fótó, þið sjáu gæðin sem við erum að tala það mun breyta miklu fyrir ykkur. Byltingatímar, farið í alvöru lausnir að því sögðu, forseta kosningarnar tröll ríða öllu. Þegar þessi þáttur kemur út þær á morgun, föstudegi, laugardegi. Það er á laugardegi, við erum á föstudegi. Ég var í Pattborði í vikunni á Stöð 2 að tala forsetakosningarnar og ég var að tala að þeir væru alvarlegt mál fyrir framtíð landsins á ólgu tímum. Við lifum óvissu tíma, þannig að ég taldi út frá því að það væri ekkert óeðlilegt að ímynda sér að margir myndu halla sér í áttina að Katrínu sem hefði mikla reynslu í stjórnmálum af þeim sökum. Einhverju túlkuðu þetta sem stuðningsyfirlýsingu mína við Katrínu Jakobsdóttur. Það er síst svo. Ég stefni ekki á að setja X við Katrínu Jakobsdóttur, svo ég viti. Ég hugsa frekar, er ekki komin tíma á breytingar, segi eins og Framsóknarflokkurinn boðaði í borginni á sínum tíma. Það voru allar breytingarnar. En nei, svona almennt séð þá eru menn hér að bæ óákveðnir daginn fyrir kjördag. Ég elska Jón Gnarr. Nenni samt ekki alveg að eyða atkvæðinu mínu í einhvern sem á ekki séns. Er það ljótt af mér? Á maður að kjósa mig í hjartanu? Þetta eru margar spurningar og það eru margir prýðilegi frambjóðendur. Eða svona þannig séð. Mér líst ekkert alveg hræðilega á neitt. Og já, maður veit bara kannski ekki svo mikið en þess að baráttan hefur verið til að róleg. Samt spennandi. Örn Úlfar Sævarsson sem var með mér í þessu pallborði benti á að Katrín er í raun og veru svo eina sem hefur raunverulega einhver að tapa eftir að hafa sagt af sig sem forsætisráðherra. Sko, á svona stundu þá veit ég ekki hvort það sé tímabært en við gætum rifjað upp hápunkt kosningabaráttunar sem er þetta geðsýkislega augnablik hér. Kíkjum á það. Frambjóðendur hér út í bakgrunn þeirra út frá því hvernig þeir geti mátað sem embættið og hvort það sé eitthvað sem að komi í veg fyrir að þeir geti sinnt skyldum sínum með viðunandi hætti. Já. Ég ætla að spila hérna eina litla klippu sem við þurfum að ræða í kjölfarið. En ég kominn að skemmta mér, ég vona að enginn nauðgi mér. Já, ég kominn að skemmta mér, á ég kannski að nauðga þér. Nú hefur embætti forseta virkað dálítið þannig, ekki síst í seinni tíð, að ólíkir hópar hafa getað leitað ásjár forsetans í ýmsum málum. Sko eins og ég segi, það er ekki hægt að reiðast Jóni Gnarr þegar hann hlæðir þessum hlátri og þess vegna hugsa ég, það er eiginlega alveg sama einhvern veginn hvað hann hefði komið sér út úr, hún hefði verið fyrirgefið svo margt sem forseta, hann er ekki svona alvarleg fígúra, þannig að það hefði þetta verið mjög áhugavert að fá Jón Gnarr á Bessastaði. Það er enginn sem getur, þú þarft að vera einstakur til þess að svona sturlun, til þess að geta staðið við svona yfirgengilega sturlun eins og Jón Gnarr gera þarna. Þannig að ef Jón Gnarr nær ekki kjör á morgun, sem að gera líklega ekki, þá er það smá sorglegt. Hann hefði verið kongur á Bessastöðum. Einhverju skynlíki þá er það bara einhvern veginn þannig að þessi bestaflokksbrandari sé búin einhvern veginn en Jón Gnarr sem persóna ef hann hefði einhvern veginn
á öðrum tíma í öðru samhengi einhvern veginn komist að, þá hefði það ekkert verið af hennu illa að öðru leyti, momentin í kosningabaráttunni, þau eru ekki mörg eftirminnilega endilega þegar þetta er tekið upp, eru 3 kappræður eftir, RÚV kappræðurnar eru í dag þegar þetta er tekið upp, Stefán Einar og Andrés verða með á Morgunblaðinu í kvöld, Stöð 2, það er Heimir Már held ég, þannig að það er nóg eftir og það eru mikla breytingar, ég sé mælingar upp á 24% og 24% hjá Katrínu og Höllu Tómasdóttur, Halla Hrund komin neðar, það er síðasta könnun sem ég sá, umfjöllun, RÚV verður það er svona úrslita atriðið, ekki það að Stefán Eiríksson sé búin að vera að berja sig mikið á brjóst, þú sko Twitterið hans og það er bara 2 tíst efni RÚV í kosningunum og bæði tístin að RÚV sé að fjalla svo mikið kosningarnar á ensku það er svona hans helsta stolt í þessari kosningabaráttu skemmtileg þróun það er einmitt núna er þetta bara spurningum virkilega berjast fylgið á lokametrum maður spyr sig hvaða áhrif eldgosið hefur á þetta er náttúrulega gífurlegt áfatt fyrir þjóðina þessar hamfarir og í raun og veru það verður sífellt skýrara hversu alvarleg staðan í raun og veru á þessu svæði þannig að hvernig það spilar inn í þetta kíkjum aðeins hérna í tekinna álitsgjafa smá tali ræðum aðeins þessi mál Jakob Birgisson grínisti og uppistandari hér er sestur Jakob Birgisson þekktur uppistandari og grínisti og skemmtilegur samfélagsrýnir Jakob, vertu velkomin Takk fyrir það. Hvað búin að ákvæða hvað það að kjósa? Við erum inn á 50. Já, ég hugsa nú, ég sé búin að gera upp hug minn. Já. Já, þú ert ekkert að gefa það skýrt upp. Augljós Katrína maður og samfélkingamaður. Því sniðmengi. Þú mátt hafa það eins og þú vilt. Já, það eru mín orð. Og ég segi bara spegill. Spegill, já. Já, þetta er ásökun sem loðir við og þó, maður er ekki tsakkar að vera mikill Katrína maður, en maður fjölhæfur, gæti verið Katrína maður, gæti verið Arnars Þórs maður, Halla T, tómaturinn, Tómas. Þú ert í tómatnum? Nei, ég segi það ekki. En ég meina, ég skil að það sé, menn sé á flugi. Þetta er það sem hún gerir. Hún er meistari þolumæðinar. Já, hún hefur bara staðið sér líka mjög vel í þessum kappræðum og verið svona mannleg en samt með einhverja sín. Já, og svona tekur bara einhvern veginn, þú veist, mér finnst hún ekki verið að taka hennar áhættur en hún samt svarar ekkert bara einhver algjöru fróðu, þú veist, það er alveg, menn ganga á hann og þá svarar hún alveg, þú veist, hún talar alveg málefnin, við skoðum við. Já, algjörlega, þetta er ekki, hún er svona aðeins, finnst mér nýlega svona minkað þetta gildatal og þetta markþjálfa raust þarna sem enda Guð forði okkur frá því. Við viljum, það bara vill enginn að markþjálfa á Bessastöðum sko. Þannig að ég held hún sé alveg að lesa það rétt. Halla Hrund hún er komin í ákveðna baldurstöðu sko, í síðastu könnun 18% á meðan hinar tvær eru komin 24 og 24 þannig að eins og ég segi sko, alveg sama hvað stendur í síðan sko, skoðanakönnunum á eftir eða morgun þá er náttúrulega ekkit þá erum við raun að þessu síðasta dag ekki meðneinar mælingar sem segja okkur það, veistu hvað við, þú veist það er alltaf að fara að vera gamlar upplýsingar. Já, og umræðan er svolítið þannig að þeir sem umræðan er á villigutum. Umræðan er á villigutum. Þeir sem umræðan er þannig að fólk muni svo rosalega mikið kjósa taktíst sem að vill ekki kötu þannig að það muni kjósa Höllu Tómasdóttur. Ég bara, þú veist, það gæti vel verið en það er bara spurning hversu stór er þessi hópur sem að er líka ekki bara mjög lojal gagnvart öðrum frambjóðendum og síðan kemur það líka hversu stór er hópurinn sem að svona fílar ekki endilega kötu eða reitt út í hana en mun samt klárlega frekar velja hana en Höllu Tómasdóttur og þú veist, það er bara rosalega erfitt að meta hversu stór hann er. Katrín er ekkert endilega að fara að tapa alveg á því alfarið þó að þetta stillist upp í einhverju svona taktískt einvíi á milli þeirra að tækja. Nei, bara fyrstulega ef við gefum okkur það að fólk sé svona rosalega taktískt sem ég efast að þá þýðir það ekkert endilega að það sé með Höllu lið. Það er þetta mjög áhugavert að hugsa út í þetta því að þetta er svo allt annað en þingkosningar til dæmis, þannig ertu með frambjóðendur sem bara annarkvort verða þetta eða ekki, þú veist, þetta er ekkert þetta er svo ótrúlega afgerandi niðurstaða og það er ekkert vara og þess vegna er svo áhugavert að menn eru svo mikið að styðjast við niðurstöður fylgiskannana þó að þær séu að fara að vera mjög ófullnægjandi mynd á þessu stíð, þannig að fólk er mjög mikið í skugganum, sérstaklega í þessum taktísku pælingum. Halla Hrund, hún er núna eitthvað aðeins að detta niður 18% en eins og segi, við tökum bara marka á sem ákveðnum fyrirvara. Það var áhugaverð spurning sem ég sé núna á Twitter að vera að tala um það að
þessi fáránlega spurning sem ég tók nú til umræði þetta þessum vettvangi fyrir skemmstu í kosningaprófi RÚV innan gæsalappa það sem að spurning nummer 21 var á þennan veg forsetinn forseti allra á Íslandi og talar máli þeirra líka þeirra sem hér vilja setjast að það er forsetinn forseti allra á Íslandi það er bara fyrsta forsendan og síðan önnur forsendan og talar máli þeirra allra, líka þeirra sem hér vilja setjast að. Þetta er náttúrulega spurning sem kom held í frá Jóhannu Vigdísi uppálega í einhverju kosningasjónvarpi og allir voru náttúrulega svolítið að bögglast með þessa óskiljanlegu og þetta er eins og gildra, þetta er eins og rökfræðileg gildra. Mér bara í alvörunni villandi og bara heimskuleg spurning vegna þess að þú getur túlkað hana svo marga vegu og augljóslega auðveldasta leiðin að segja bara klárlega, bara að sjálfsögðu. Akkurat, en ef við ætlum að vera leiðilegir og fara þá út í hvað það þýðir að vera þá forseti allra sem vilja setjast hér að eins og ég nefndi þetta síðast, ekki 20 milljóna sem vilja líklega setjast að á Íslandi. Eftir þá fulltrúi þeirra gagnvart Íslendingu sem eru hérna fyrir og hvort átt að taka fram fyrir hinn, skilur þú veist, þetta er bara meikar engan sens. Nei, og, en málið er að mér finnst þetta, og það eru bara mín orð, mér finnst þetta einhvern veginn, einhver svona mér finnst þetta gildra eða þannig, skilur, það er svona eitthvað, þú veist allavega eins og ég segi fyrir mitt leyti, ég vil að forsetinn sé augljóslega fulltrú okkar Íslendinga og allra þeirra sem að setjast hér að flóttamenna, innflytjenda allra sem að tilheyra íslensku samfélagi, ég vil að forsetinn sé forseti þessa fólks. Mér líður eins og það sé svolítið sjálfsagt sko, eða þú veist já, og kannski finnst einhverjum það ekki sjálfsagt og kannski er einhverjum bara ekki sammála að bara Pólverjar á Íslandi eigi ekki að geta lítið á forsetan okkar eins, kannski hefur einhver þá skoðun gott og vel, en mér finnst þetta svolítið svona, mér finnst þetta raun og veru bara villandi og leiðileg spurning en þetta er leiðandi til þess að spyrja, þetta er leið til þess að spyrja forsetaframbjóðendurinn einhvern veginn út í útlendingamálin og það er kannski alveg skiljanlegt að menn sé í vandræði með hvernig skuli orða slíka spurningu. Í þessari könnun þá fekk Halla Hrund maður fekk að svara hvernig frambjóðendurnir svöruðu þessu og Halla Hrund sögðu hafa svarað þessu 4 af 10 og það var alveg, mér finnst það alveg svona afgerandi nei við þessari spurningu að ég sé ekki forseti allra sem vilja setja þér að. Svo kemur það frá sem sagt þarna Höddur Hrund, frambóði hennar að spurningu 21 var fyrir handvömm svarað með röngum hætti, svarið ætti að vera 9 og allir eru þarna í 9 og 10 nema Viktor Traustason, hann er í 5 Arnar Þór Jónsson er í 7 og Ástór Magnússon er í 5 en allir hinn er í 9 og 10 Katrín er í 10 og Baldur Þórólfsson er í 9 Ásdís Rán er í 9 sko, kannski eru við líka bara, þú veist, heimskir og leiðilegir með einhverja útúrsnúninga eitthvað svona eins og einhverju lögfræðingar að rýna í eitthvað þýðir þetta en mér finnst þetta bara svona í alvörunni frekar bara svona skrítin spurning þetta er skrítin spurning og eins og segi það er hægt að orða þetta bara einhvern veginn þú veist, að því að ég meina, en sko, að því að Halla Hrund hefur svolítið verið kennd við svona einhverju þjóðlega þætti, sko, þannig að þú veist og kannski hreinlega, þú veist, vill hún ekki fá fleiri til landsins ég hef ekki hugmynd það og ég ætla ekki að gera henni upp á skoðun þá er það bara hennar skoðun þarna, ok, hvað er annað í þessu? Ég meina, við erum með Baldur og Jón Gnarr ég var að nefna hérna að það hefði nú verið svolítið einstakt að fá hann að borðinu og þú nú hefur sögulega séð verið hrifin á þeim manni en þú ert ekki mjög, ég meina Jón Gnarr er bara stórbrotin maður stórbrotin og bara þjóðargersemi meðan mjög gott hann að þú veist að spila þetta honum í spurtmálum og þess að því engin annar gæti verið í þessar stöðu það sem er að spila góðu grínisti og var með eitthvað gott grín þú veist, og mér finnst þetta líka bara allt eitthvað svona, þú veist einhverja svona spurningar einhverja fortíð og þú veist, eitthvað svona bara eitthvað böll, hvort það sé að fara að villast fyrir fólki og maður hefur heyrt frambjóðendur sko í þingkosningum lengi og núna forseta frambjóðendur og svona eitthvað verið alltaf að tala sko þau séu nú ánægð að þegar þau voru ung og menntaskólaárunum hafa ekki verið símar og einhverja stafrænar myndir og myndbönd og eitthvað og þar ertu raun að vera að segja, já, ég hef hafði mér viðbjóðslega og gert alls konar ógeðslega hluti málið er, þú veist, hvernig verður þetta þegar svona okkar kynslóð byrja raunverulega að láta finna fyrir sér á þessu sviði þá verður þetta ekki hægt, annarkvort eru bara öll myndböndin og myndinar birtar af einhverjum óprúðnum aðilum, ég meina það er til alls konar myndir af mér og vafalaust þér, ég hef séð svona hálfgerða nektarmyndir af þér og mér líka, sko, ég meina það ég hef gert viðbjóðslega hluti í raun og veru og þú hefur alveg hlaupið allsber í alls konar aðstæðum, skilurðu, í partíum að vera með grín og svona
Já, ég kannski ekki, ég ekki með mikla sýnuþörf en ég meina maður hefur Þú hefur áreitt nei, sko, nei Þú getur ekki verið það sem ég vildi sagt hafa Nei, ég meina maður það eru til myndir að menni að kissa vini sína og pissandi einhver staðar og reykjandi og ég veit ekki hvað En sko, það er samt hluti af því sem Katrín Jakobsdóttir Það sem ég er að reyna að segja við Snorri að það eru til ógeðslegar myndir Já, nei, en þú veist það sem ég hef ekkert að fela nei, það sem Katrín Jakobsdóttir verður tíðrætt það umhverfi og umræðu umhverfi sem stjórnmálamenn búa við að þetta sé svona hiftúðut og grimmilegt og vægðalaust og ég held að við höfum alist upp á internetinu þannig að við séum kannski öðrum þræði vanari ansi svona beinskeittari skoðanaskiptum bara til þess að athugasemda kerfum og maður lærir bara svona sérstaklega þegar maður er að gera eitthvað á netinu maður lærir maður svona hægt og rólega að svona, þetta er ekkert marka þessu takandi og ég held að hlusta þetta skilur og það er bara svona síja sem að menn fá ég held að okkar kynslóð og svona aðeins yngra fólk þegar það fer að gera sig gildandi einmitt á þessum sviðum og þá einmitt öll þeirra stafræna saga bara alltaf aðgengileg í raun og veru þá held ég að það sé einmitt, þú veist, þetta er hluta sama ferli það er allir að vita allir, það voru allir með eitthvað á netinu og það er alls konar svona dót, sko, þetta hefur minni áhrif en maður heldur, sko. Ég held að þetta sé pínu svona eins og allir þeir sem að fara til sálfræðings út af skrýtnum hugsunum að sálfræðingar fara að tala kannski, þú veist, þú ert ekki endilega hugsanir þínar, sko, það er alveg eðlilegt að hugsa ákveðna hluti. Þú ert ekki gjörðir þínu heldur, skilur. Nei, einmitt og síðan, þú veist, það er að fara í mikla sálma með það, ég er ekki þar alveg að segja allt sem þú gerir sé bara réttlætanlegt eða hvernig sem það er, en ég held að þetta sé eins og, þú veist, inn í svona einhverjum tjöttum og svona þar sem menn eru að tala saman þeir eru að hugsa eitthvað skrítið og það bara fer út og síðan fer þetta að þróast yfir það, bara fólk tweetar því eða setur það á Facebook og það er náttúrulega, þá er þetta strax orðið frekar svona skrítið, en það er eins og við höfum þessa tilhneigingu til að gera þetta, sko. Já, en svo er það líka, þú veist, hversu mikið mark er á því takandi einhverjum upprópunum í einhverju chatti þegar menn er eitthvað grínast og eða, þú veist, sömulegist þegar klaustursmálið hinna ólöglegu upptökur voru gerðar hérna á klaustri þá stigu menn fram og svo ég hef aldrei talað svona með vinum mínum bara eitthvað svona, þú veist, ok, kannski var sumt að þessu ansi vel í láti og svona, en ég meina það er ýmislegt sem flakkar. Ég ætla svo sem ekkert að fara hérna að játa á mig einhverja glæpi í partíum en maður hefur sagt viðbjóðslega það skapast múæsingur og ég hef verið í alls konar veislum, alls konar partíum, alls konar samingi með fólki á öllum aldri líka kvenmönnum og eitthvað svona þannig að fólk er að segja viðbjóðslega hluti það er að segja hugsanir sína og það er að drekka sér drukkið út af því að það er í einhverju karnivali og er raunverulega að reyna að rústa sér út af því að því líður illa ég var við hóf Díónísar á dögunum í Aþenu, sko. Ég nota bene, ég er ekki að reyna að réttlæta málflutning eða eitthvað með þessu, ég er bara að segja, þú veist, ef þetta er mannskepnan upptökurnar voru ólöglegar, Jakob, þetta voru ólöglegar upptökur ég kom ekki hingað til að svara fyrir gjörður klaustursmann en sem sagt, já en þannig við förum út í það er auðvitað bara og ég meina með Baldur núna, ég meina hann var með einhverja myndir á einhverju skemmtustöðum fyrir löngu svaraði bara eitthvað, já, við vorum hana er eitthvað meira í því, eða, þú veist, og Stefán Einar var bara, já, nei, þú veist ætlaði bara að nefna þetta og þá var það bara einhvern veginn afgreitt eða einhver skilningi, eða, þú veist ég veit ekki, hefðu svipað myndir verið dregnar upp af gagnkynhneigðum frambjóðendum á einhverjum kynlífsklúbbum, ég veit ekki eins og hvort það hefur verið kynlífsklúbbar. Ég veit að setja það samingi hvað myndi gerast ef það væri myndir af Guðlaugi Þór á kynlífsklubbum, ég held að það er allt brjálað en síðan væri allum sama, ég meina Bjarni Ben var inn á einhverju framhjóðaldsvíðu og konan svaraði fyrir það, ég meina þú veist, ég veit það ekki, mér gæti ekki verið meiri sama þó að Baldur Þórhallsson hafi verið inn á einhverjum klubbi eða bar eða hvað það var, sko, mér finnst það eiginlega pínu fallegt, sko, mér finnst pínu fallegt þegar fólki er pínu svona að dansa eða sko, bara þegar fólki hefur séð líka aðra kima samfélagsins en bara, þú veist bara manneskjur sko, líkamar, sko og mér finnst þetta reyndar líka vera orðið vandamál og það er alltaf að tala í gamla daga að þurftur að vera í sjálfstæðisflokknum til að fá lán og fá vinnu og allt það og ekki viljum við fara aftur til þeirra tíma en það er samt rosalega mikil kúun í gangi og það er alltaf einhver skilaboðum eins og til dæmis núna sem að maður getur auðvitað skilað einhver leiti vegna þess að Katrín Jakobsdóttir er að koma beint úr pólitík sem forsætisráðherra segir af sér til að fara í forsetaframboð en það er eins og þessar auglýsingar hölluhrundar
aldrei nein tengsl við pólitíska þáttöku og eitthvað svona og það alltaf verið að búa eitthvað til svona og senda fólki skilaboð það ekki gott að hafa skoðanir það ekki gott að hafa tekið þátt í neinu starfi það ekki gott að hafa tjáðu hluti ekki hafa skoðunar neinu vertu persónuleika laus, vertu forritari græddu peninga, láttu halda fram hjá þér kauftu þér aðra íbúð eftir skilnaðinn norrænt forritari vertu stjúpappi einhvers þetta eru alltaf skilaboðin og það alltaf og þetta alltaf mjög gegnum gangandi almennt í umræðu eitthvað, hann var einhver tíman þannig hverjum ekki drullu sama þó einhver hafi tekið þátt í einhverju ungliðastarfi einhvern tíman, það ekki heilbrigðismerki? Nei, og ekki aðeins það ef að þú síðan gerir það og fer síðan og skiptir aðeins gír, fer að gera eitthvað annað hættir að virða jafnvel þetta gamla umhverfi varst því fyrir 5 árum, varst því fyrir 10 árum er ekki sá maður vitlaus sem á sama stað andlega og hann var fyrir 5 eða 10 árum eigi ekki allir að vera í einhverju framþróun á milli verkefna, á milli hugsjón, á milli sviða það er eðlilegt kannski að þú fylgir einhverju grunnstefnu sem að þú trúir á en ég menna þú átt ekki vera alveg svo lauf í vindi en engu á síðu þá er allt breytingum undir orpið aðstæði breytast og þá er hugsjónir og viðþorf að breytast það er rétt eins og bara húmor okkar breytist og þú veist viðþorf til alls konar ég er sammála því að þessi skilaboð sko, hún keyrir á þessu Hallarhraun, þetta er mikið núna ég sé þetta auglýst að engin tengslu stjórnmálaflokka og ég og líka bara, heyrðu, ætlar ekki að láta eins og sért ekki smá pólitík, skilur þú veist, eitthvað svona Nordic, Arctic Circle World Economic Forum, auðvitað er ákveðin pólitík í þessu þóttu sért ekki per se í flokksstarfi. Nei, en að því sögðu náttúrulega, þú veist, ég skil þessi skilaboð alveg vegna þess að ég heldur virki á fólk, sko Já, ég meina, mörgum bara líkar það ekki að Katrín til dæmis sé svona rosalega nýlega búin að vera í pólitík. Ég skil alveg hvað það kemur, hverjum er samt ekki sami raun og veru skilur. Já, kannski, en í ljósið þessu, þú veist, skil ég skilaboðin og ég er ekkert veist hún meina þetta þannig svona almennt, en ég er bara að taka þetta í aðeins breiðara samhengi, en mér finnst mjög hvimleitt hvernig allir eiga helst ekki hafa skoðun á neinu eða taka afstöðu með einhverju nema einhverju sem er mjög óumdeilt þegar þú ert loksins búin að fatta ok, það eru eiginlega allir á þessari skoðun ég skal fljóta með mér finnst þetta þreytandi og mér sérstaklega hvert einhverju svona ungu fólki verið að senda mjög skrítin skilaboð vegna þess að flestir sem eru fullorðnir eða mjög margir hafa verið ungir og verið mjög kannski róttækir í einhver átt annarkvært ógeðslega miklir hægri frjálshyggjumenn eða mjög vinstri sinnaðir eða vera rosalega á móti einhverju fyrirbæri eða eitthvað. Það er í anda ungdómsins að vera svolítið dogmatískur. Já, og sko, fólk á ekki þurfa að skamma sín fyrir það að vera hrætt við það. Það er þarna og talandi einmitt forstaframbjötu þá er Arna Þór, hann hefur nefnt það í viðtölum sko, hann hafi einhvern veginn hitt Lekva að lesa og bókstaflega hitt gaurinn skilur og hann hafi þarna sagt við hann skilur þetta hafi svona setið eftir í honum eitthvað sem Lekva lesa sagði að ef að þeir tækju ekki þátt í stjórnmálastarfi þessir sem Arnar var með og hann þá myndi einhver aðrir gera það, einhver aðrir og verri og þú veist, og mér er staðalveg sjónamið í þessu líka bara hvað, þú veist, þannig að þegar fólk er að þarna, klínaði fólk að vera einmitt í framapóti eða öðru eins bara eitthvað, heyrðu, verður bara fegin að sé eitthvað skyni gætt fólk í þessu starf, í þessu basli vegna þess að annars, ef þú eftirlætur þetta bara einhverjum psykopötum, þá náttúrulega endar bara með psykopata eða alltjent sociopata pakk sko sem eru við stjórnvöld það var mjög litla hreyfingu á mannflóruna þarna og hvernig það er. Erum við að gleyma ykkur í þessu eða? Mér er svolítið skrítin átt umræðan eitthvað hvað frambóði kostar. Já. Það er eitthvað svona sem kemur upp í öllum þáttum núna. Hvað kostar, hvað sjáu þið frambóð? Sko, það má vel vera að það sé góð og gild spurning. Það er eitthvað þak sem er eitthvað 70 milljónir eða 75 milljónir, við erum með þær reglur búið. Af hverju þarf að ræða það svona rosalega mikið? Hvernig viljum við þetta sé? Eins og á stjórnmálaflokkunum viljum við þá bara þeir sem safna tilskildum atkvæðum að þeir fái ríkistyrk og við gerum það þannig. Það er algjör venjulegur fjölskyldum aður ber ekkert skinnbragð á hvað er mikið eða lítið þegar þú ert í forsetaframboði. Nei, þú getur látið að hljóma mikið en það er katastrófískt hvernig þessu hefur verið komið fyrir í þinginu með stjórnmálastyrkina, skilur þannig að ekki viljum við það. Nei. Það er mjög ólýðræðislegt í raun og veru. Það er mjög ólýðræðislegt hvernig stjórnmálaflokkarnir eru í sjálftöku kerfi og reka sig sjálfa á grundvelli þess að þeir eru kjörnir og svo eru kjörnir aftur á grundvelli þess að þeir taka pening úr ríkiskassanum. Þetta er ekki lýðræðislegt kerfi. Nei, og var náttúrulega sett á svona kannski af
illri nauðsyn þótti mönnum þá og ég held að margir hafi verið sammálaði þá en auðvitað Ég Heiðar Guðjónsson sagði sko að Björn Bjarnason og félagar og þeir hefðu gert þetta bara gegn Baugi líka skilur þannig að þeir væri ekki að vilja búið dekka mikið þannig að allir það myndaði svona eitthvað augnablik sem allir voru sammála þessa hræðilegu ráðstöfun og núna getur ekki undið ofan að því allir flokkarnir sem eru í þarna við völd njóta góðs af þessu Bjarni talar gegn þessu en gerist ekkert Já, ég var ekki sjálfstæðisflokkurinn bara stór liður í því að setja þetta Jú, þeir komu svo En ég meina þá mega menn líka skipta hafa hækkað þetta og aukið þetta Já, og þetta eins með hérna fjölmiðlana og bara ýmislegt annað en þú veist, ég svo sem hef ekki brjálaðislega skoðun af því en mér finnst þetta oft svona, þú veist það er einhvern veginn svolítið eins og þess að vera að reyna að hanga fólk á og segja voðalega flott hjá þessum að nota lítið pening hvað heldur fólk að þessar birtingar kosti núna eins og síðustu dagana sem að birtast hérna og fyrst er bara ef þú nærið ekki að safna þessum peningum frá einstaklingum og fyrirtækjum þá ertu ekki fara að verða forseti punktur þannig virkar það sko Þarna fylgjust vel með þessu svo eru frambjóðendur eitthvað núna að væla að þeir eigi allir að koma í pallborðið í kosninga viðræðurnar eða sérst pallborðsumræður kappræður Já, mikið ég ósammála því mikið ég ósammála því að þurfa að hafa sko ég held að þeir vilja þetta vegna þess að þetta vegur svo mikið að kötu það svo mikið að frambjóðendum hann í lægri mörkunum sem vilja sem hata kötu Með grunnpunkturinn í þessu, ég var nú að velta upp hvort að Hera Björk ætti ekki bara ákveða hvernig fyrirkomulagið á þessum kappræðum og þetta mér finnst þetta bara lélegt hjá RÚV að gefa út sem sagt, svona verður þetta Hafa þeir látið undan núna? Nei, ekki allavega þegar við erum að taka þetta en það sem mér svo lélegt er að þú ákveður eitthvað það er þannig og síðan gefa þér ekki bara skýr svör sorry, okkur er alveg saman hvað frambjóðendur segja eða hvað þeir vilja við erum löngu búin að ákveða Síðan hvenær er það ábyrgð frambjóðenda hvernig fjölmiðlar hátta sinni umfjöldin Já, og það má vel vera ekkert að pæla þessu og ekkert að fara að breyta þessu en þeir gefi ekki bara skýrt út þú veist, við skiljum sjónamiðin en það er löngu búin að ákveða þetta og þetta verður svona eða bara við teljum málefnarlega rök fyrir því að hafa þetta svona rétt eins og þetta var svolítið í kringum með Eurovision sko að það er því rætt með þeim sem inn í eitthvað svona bara, heyrðu, þeir eru búin að ákveða að fara út segja það bara Heigulskapur, það er bara, menn þurfa bara að kveða skýrar orði En þú veist, ég skil alveg, ef ég var með 2% og var rosalega spenntur fyrir einhverjum kappræðum þú veist, ég veit það ekki, en ég er ekki viss að það sé að fara að sko dýfka eitthvað lýðræði, ég meina, þú veist, við þurfum samræður á milli þessara frambjóðenda sem raunverulega geta orðið forsetar og hérna ekki eitthvað skítkast utan af jaðri Herðu, Jakob Birgisson takk fyrir að koma til okkar hérna í frétti vikunar við þarna veikjum athygli á að þú ert hérna með uppistandssýningu í sölu ég sá það, hvet fólk til þess að kanna rækilega hvort ekki sé tilefni til að kanna það lítar hvort ekki sé tilefni til að fara Vaxtarverkir, tix.is og þið heima við ætlum að halda áfram við þáttinn Já, þetta var Jakob Birgisson, við þökkum honum fyrir samfélgina í dag, gaman að heyra í honum það var annar þáttur í þessu máli, það var grein sem fór mikið í dreifingu þessari viku frá Auði Jónsdóttur á Heimildinni það hvað það væri problematískt í alla staða Katrín Jakobsdóttir var að bjóða sig fram og ég og Berþór Másson bróður minn ekki bitrir eftir að Auður Jóns skrifaði einhverja væga árás á okkar bræður í þessu sama vikublaði ekki betrir vegna þess við bjóðum alltaf hina kynina og við berum mikla virðingu fyrir Auði Jónsdóttur en ég tel að svona hugmyndafræðilega þá sé þarna upplýsandi að kafa ofan í orðræðina hjá Auði Jónsdóttur það sem hún að væla yfir valdi og valda ójafnvægi og forréttindum. Kíkjum aðeins á það spjall úr skoðanabræðurum sem eru vel að merkja á Patreon, skoðanabræður, Patreon, kíkja á það. Það er, þú veist, ég er að skoða valdið, sko, hvernig það kemur alltaf hérna fram. Með aðganga samruna valds af ólíkum toga. Þetta, sko, Þórður Snær skrifa svona líka stundum. Samruni valds af ólíkum toga. Þetta er bara eitthvað, þú veist, mennum koma orðin bara verseraðir í einhverjum biblískum fræðum vald. Já, þú veist, það er bara valdsvið, raddsvið, svona, þetta er svona stundarspík. Það verða svona orð til eins og vald og raddsvið. Þetta er svona, þau eru alltaf að skrifa svona leiðara. Þau eru alltaf að skrifa eitthvað svona, þau eru að koma úr forréttindastöðu hinna valdamiklu, eru sjálf bara blaðamaður sem allir hlusta á, skilur, fucking lít í eigin barum en þarna
Já, ég segi bara eins og Þorgeir Hávarsson sagði við Þormóð Kolbrúnarskáld fóstbróður sinn, hann sagði eigi eru þetta hetjuleg fræði fóstbróður. Það er ekkert hetjulegt við þetta. Nei. Og það er engin En er hetja problematískt hugtak runnið undan úr ranni valdastjættarinnar? Já, hérna einmitt stuðningsfólk Katrínar kemur vissulega úr fleiri áttum en úr ranni flæktrar valda elítu og sko orðin eru lykillinn að því að svona skrif gangi upp sko. Þú þarft að vera að bulla svo mikið sko. Þú þarft að vera að veðja valdi inn í alls konar önnur orð nei, allan að þetta svona ég held að þetta sé bara ekki rétta leiðin til að sjá hlutina, einfaldlega. Nei, algjörlega og ég er allur fyrir valdastjættir og valdafólk. Ég er allur fyrir það, sko. En það bara væri óskandi að þessi umtalaða valdastjætt sem hún er að tala þarna og valdafólki væri aðeins meiri stemming. Sko. Og það Katrín Jakobsdóttir og Bubbi Mortens og Víkingur Heiðar, skilurðu. Gera eitthvað skemmtilegt. Segja eitthvað fyndið. Það er að mörguleiti, sko, það væri mín kritík á valdastjættina. Það er í raun og veru hver er framist að valdastjættina? Hverjir eru þeir göfu eiginleikar sem ég myndi óska eftir af hálfu þeirra? Og mér þykir mjög vænt þá gagnrýni sem segir þið eru ekki nógu góð, skilur, en ekki per se að það sé valdastjætt. Það eru bara einhver dreifingar lögmál í bara eðlisfræðileg lögmál og það verður alltaf, jafnvel þótt að þú komir á kommuníska draumaríkinu, þá verður valdastjætt þar. Við spyrjum þess vegna bara ekki hvort það eigi að vera valdastjætt. Please hætta að væla með það. Hvernig á valdastjættina að vera? Á hann að hafa öflug gildi, styrkur, hreisti, virðing fyrir sögunni, fallegi líkamar, menntun, skilur þú veist, bókmenntir, gleði, listir og listfengi, góður smekkur, fagurfræði. Geta þetta verið eiginleika valdastjættinnar? Eiga það samtal? Já, skilur. Það væri dásamlegt. Já. Það væri óskandi. Já, að því sögðu skoðanabræður á Patreon getið kíkt á þetta segja sumir, fremsta hlaðar landsins pælið því að aðganga því fyrir lítið fé. Við ætlum að fara yfir annað, þetta er náttúrulega ekki bara þáttur forsetakosningarnar, þetta er þáttur atvinnulífið. Sprota fyrirtækið Humble Software EHF tryði sér á dögunum 40 milljóna króna fjárfestingu sem var leitt á nýsköpun og sjóði atvinnulífsins og Founders Ventures EHF. Humble Software er með app sem heitir Humble, þar sem maður getur farið inn á markaðstorg með mat sem er alveg að renna út. Það verða að versla hana með mat sem er alveg að renna út. Veitingastæðir geta selt sushi á 60% afslætti, heildsalar geta selt kjöt sem nálgast síðasta söludag á afslætti og neytendur eða mötuneyti eða fyrirtæki geta keypt mat á mjög hagstæð verði inn á þessu markaðstorgi. Eftir allt eru það ekki allir sem þurfa ferskustu vöruna á markanum. Þetta getur verið nógu gott. Hvað vart háskólanemi, hvað vart umhverfissinnuð húsmóðir með áráttu fyrir matarsóun. Við óskum Humble góðs gengis, sem nú komið á fullt við að þróa vöruna enn frekar og afalust stefnir á sókn út fyrir landsteinana. En leið við þetta tilefni þá hugsum við hlýlega til kapitalismans sem með svona lausn er líklegur til að draga verulega úr þeirri miklu matarsóun sem við erum þó segum sem samfélag. Virkur og góður markaður hefur það hlutverk að eyða sóun. Að eyða sóun er hlutverk markaðarins og hérna virðist hann alltaf að gera það. Það eru ófá lönd sem hafa gert matarsóun ólöglega. Það er aðferð sem er ólíklega til að virka að mínu mati. Allan mun það ekki virka án þungbæra hliðar áhrifa. Að koma matnum í verð hins vegar, það skapar hvata fyrir kerfið til að eyða sóun. Í seinni tíð hér í fréttum vikunar höllust við að því að hinn frjálsi markaður, þegar hann er raunverulega frjáls, að hinn frjálsi markaður sé betra tæki til að sinna þörfum mannfólksins en miðstýrð útdeiling verðmæta af hálfu ríkisvalds. Og þetta er sagt án mikils hugmyndafræðilegs þunga. Markaðurinn er bara einfaldlega betra tæki. Verðlagning eru bara skilaboð það hvort þörf sé á þessari vöru hér eða þessari vöru þarna. Þetta er einhvers konar lífrænt, lifandi reikningsdæmi sem reiknar út þarfir. Hins vegar, þegar stjórnvöld byrja að blanda sér í málinu og handstýra hlutunum, þá byrja vandamálin fyrst að vera til að mati allavega hagfræðinga sem hugsa svona. Ég er ekkert samfærður, en mér finnst þetta forvitnilegt. Ben Horowitz og Mark Andreessen, sem eru afkastamiklir tæknifjárfestar í Bandaríkjunum, þeir ræddu það nýverði hlaðvarpi sín á milli. Það voru að ræða ameríska drauminn og framtíð ameríska draumsins og þeir drógu fram 3 svið: húsnæði, heilbrigðismál og menntamál. Húsnæði, heilbrigðismál og menntamál. Þessi grunnstólpar ameríska draumsins. Fólk vil hafa þak yfir höfuðið, eiga húsnæði sitt, fólk vil hafa góðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og fólk vil að börnin mennti sig og verði menntari en þau voru, náðu lengra en þau voru náðu.
Þetta eru grunnstólpar ameríska draumsins, sem allir eru núna þessa dagana í miklum ólestri. Allt þetta allt of dýrt og það sífellt að vera dýrara og dýrara og dýrara. Þrátt fyrir að tækninni flegi fram. Af hverju eru mikilvægir þættir í okkar samfélagi að vera dýrari og óhagkvæmari á meðan til dæmis sjónvörp eða betri tölvur eða alls konar drasl að vera sífellt ódýrara, sífellt betra aðgengi. Af hverju þróunin önnur þegar kemur á húsnæði, heilbrigðismálum og menntamálum? Jú, segir Mark Andreessen í þessu samtali, þessi svið eiga eitt sammerkt og það að þarna eru stjórnvöld að takmarka eða stýra framboði en leið að niðurgreiða eftirspurn, þar að segja styrkja eftirspurnina, að borga með henni en á sama tíma einhvern hátt að valda því að framboði mitt af skornum skammti. Þannig að stýra framboði og styrkja eftirspurn, húsnæðismál, heilbrigðismál og menntamál. Og þetta umhugsunarefni. Eins og segir, við fullum ekkert það hvort að þetta séu rætur vandans, en þetta ekki eins á Íslandi að hugsa út í það, húsnæðismál, stjórnvöld hefta framboð í sjálfu sér verulega með leyfisveitingaferlum, aðalskipulagi, með því að stjórna framboðinu einhvern veginn og heilbrigðismálum, stjórnvöld stýra framboði algjörlega þar, þau takmarka til dæmis fjölda lækna sem fá gráðu í háskólanum, en á sama tíma öll eftirspurnin niðurgreidd og svo það menntamál. Kerfið brjálæðislega dýrt, en það eftirspurnin hreinlega lagaleg skylda, skólaskylda og framboðið undir nákvæmri stjórn yfirvalda í ríkisreknu kerfi. Annað í tengslum við menntamálin eru leikskólamálin. Þar allt nokkuð vonlaust fyrir barnafjölskyldur, allan hér í Reykjavík, þá alltaf pláss fæst. Ekki að sama upp á teiningnum þar, borgaryfirvöld stjórna framboðinu og niðurgreiða eftirspurnina. Taka þátt í kostnaðinum, en stýra framboðinu og ekkert virkar. Ég segi ekki ekkert virkar, en þetta ófullnægjandi. Þannig að og ég meina leiðir að líka krafa frá einu opinbera leikskólakennarar fari í 5 ára háskólanám til þess að geta verið leikskólakennarar. Veit ekki hvort að það hafi úrslita áhrif en það líka umhugsunarefni í þessu. Og það versta við þetta að vandinn gerir vandan verri í einhverju skilningi. Það að segja, því meira sem framboðið í ójafnvægi vegna rangsmats stjórnvalda, því meira þarf að niðurgreiða á eftirspurnarhliðinni. Og hér komum við að kenningum James Buchanan almannavalið, public choice, sem kveða á að stjórnmálamenn muni samkvæmt skilgreiningu alltaf bera eiginhag fyrir brjósti, þannig að þegar kjósendur segja, kerfið virkar ekki, þá niðurstaða stjórnmálamannana alltaf, til þess að halda í vinsældi mínar, þá þarf ég að niðurgreiða meira. Og þá það eina sem þeim dettur í huga að gera, niðurgreiða meira, halda áfram að gefa peningana okkar, niðurgreiða eftirspurnina, til þess að mæta vandanum sem þeir búa til með því að takmarka framboðið. Og þess vegna verður vandinn verri og verri og verri. Þetta allavega ein tilgáta það hvers vegna húsnæðismál, menntamál, heilbrigðismál verða sífellt dýrar í rekstri, allavega í Bandaríkjunum og sömu teiknar á lofti hér á Íslandi. Þetta ein tilgáta orsakir þess vanda að stjórnvöld beri mikla ábyrgð. Og ef þú ert að hlusta og hugsa á ákvæðan heimskur, þetta augljóslega ekki vandamálið að hinn ríku borga ekki nóg háa skatta, þá skil ég skil alveg þá hugsun líka, ég útiloka alls ekkert kategórist að það sé vandinn, en maður veit það ekki. Það ekki beint valdeflandi og hvetjandi fyrir samfélagið, það ætla alltaf að leysa allan vanda með hærri sköttum, ekki síst þegar stjórnvöld fara eins augljóslega illa með fé. Þar fyrir utan, skattar mjög háir, en vandamálin hafa ekki verið leyst. Við erum að tala að leysa vandamál samfélagsins með eða án ríkisvaldsins. Það var forvitnileg frétt á mbl.is í vikunni, þar sem blaðamaður miðilsins lagði það á sig að sitja loftslagsdaginn í Hörpu á þriðjudaginn. Þar var skrifað upp úr erindi kona nafni Eyrún Gíja Káradóttir, sem titluð verkefnastjóri Orkuseturs, sem undirstofnun Orkustofnunar, og það einnig tekið viðtalarna mbl.is við Eyrúnum. Og það kemur margt áhugavert fram í þessu viðtali, meðal annars að ívilnanir stjórnvalda niðurgreiðslur á rafmagnssendibílum hafi ekki borið árangur. Það að segja, stjórnvöld að nota okkar peninga í þennan mjög hæpna málstað að niðurgreiða rafmagnssendibíla og það stendur bókstaflega að þessar niðurgreiðslur hafi ekki haft nein áhrif. En óháð því, og þessar niðurgreiðslur það hægt að deila fram og tilbaka það hvort að þær séu æskilegar og hvort þær hafi góð áhrif, að öðru leyti grunnpunkturinn í skilabóðum Eyrúnar sá, sem svona kannski markverðara í þessu, að nú þurfi stjórnvöld að fara, eins og hún segir að taka ákvarðanir sem fólk ósátt við, að taka ákvarðanir sem almenningur ósáttu við, eins og ég skil þetta, að hennar sögn, til dæmis, til að ná markmiðum orkuskipti, þá þarf til dæmis að banna innflutning á dísel- og bensínbílum, alveg. Hún segir, svona ákvarðanir þarf því miður bara að taka fyrir okkur. Þetta orðrétt, svona ákvarðanir þarf að taka fyrir okkur. Þetta getur ekki verið í höndum neytenda, þetta getur ekki verið í höndum frjálsra borgara, þetta þurfa að vera yfirvöld.
Og þetta minnir mig á það sem David D. Friedman, hagfræðingur, hélt fram í heimsókn sinni hérna í Írlandi á dögunum, sem hann sagði og mörgum kann að þykja það ansi vel í lagt, en einhvers veginn þá það aftur umhugsunarefni. Hann sagði að loftslags hugmyndafræðin öll bæri þess öll merki að vera í ákveðnum skilningi hugmyndafræðilegur arftæki kommunismans, að þegar kommunismin féll, sem sagt hugmyndin að ríkisvaldið miðstýrði hagkerfinu í þágu göfugra hugsjóna, þegar kommunismin féll, sú hugmynd, þá hafi loftslags hugmyndafræðin komið eins og kölluð og tekið við, þar sem einmitt ríkisvaldið eitt gert ábyrgt fyrir því að bjarga heiminum og þar með fær það móralska innistæðu til þess að valta yfir almenning, allt í nafni aftur göfugra hugsjóna. Í þessu viðtali við þeirra ríkisstarfsmann birtist þetta hugafar nokkuð skýrt eins og hún segir: tökum erfiðar ákvarðanir þó að einhverjir verði brjálæðir, einhverjir. Það eru þegnarnir, okkur sama hvað ykkur finnst, kæru þegnar. Það eru skilaboð dagsins frá Orkusetri, undirstofnun Orkustofnunar, það sem Halla Hrund hefur verið fremst í flokki. Ég held að hún sé nú ansi mikið í þessum loftslagsmálum. Ekki það, ég getur vel verið að hlýnun sé að verða af mannavöldum, þá kannski rétt að skoða það eitthvað. Næsta máli við ætlum að fara í smá TikTok, gott TikTok sem ég ætla að sýna ykkur hérna frá Landsbankanum, en fyrst rétt að víkja aðeins að samstarfsaðila frétta vikunar einskis annars en rafstorms. Ef ykkur vantar einhverja aðstöð í sambandi við rafmagn, hvort sem eru að setja nýja hleðslustöð fyrir bílinn, endur nýja ljósin á heimilinu, flytja á nýtt heimili, eins og ég gerði sjálfur nýlega, þá hafði ég sambandi við rafstorm. Þá mæli ég hjartanlega með að hafa samband við þá konga í rafstormi. Ungir menn með virkilega vönduð, vinnubröð, fljótir í málið, einfalt að hafa samband, finna díl, hjól í málið, ekki þessan. Farið inn á rafstormur.is, allt sem ykkur tettur í hug í sambandi við rafmagn, þeir leysa málið, rafstormur. Að öðru leyti, stuttu auglýsing frá öðru merku fyrirtæki. Tölum tilfinningu. Tilfinningu sem gagntekur okkur. Tölum svo Lexus. Velkomin aftur, sjáu þetta TikTok hérna frá Landsbankanum. Hún komin ástæðan fyrir því að þú ert fátækur, þú ert sotan eyðslu klópjakkurinn. Kíkjum á þetta. Hefur þú pælt í því hvað þú ert að eyða í litlu hlutina? Bústið, kaffibollinn, orkudrykkurinn, samlokan, allt þetta litla sem fólk grípur með sér eða kaupir í flýti, safnast ótrúlega hratt upp. Tökum dæmi. Segjum sér svo að þú eyðir 5.500 krónum á viku í þessa litlu hluti sem eru tæplega 800 krónur á dag. Það eru cirka 2 orkudrykkir, 1 kaffibolli á kaffihúsi, nammipóki og gos eða snakkpóki og gos. Þetta gerir 24 krónur á mánuði en það gerir 280.000 krónur á ári sem fer í þessa litlu hluti sem fólk grípur með sér í flýti. Í staðinn gætur til dæmis lagt peninginn inn á sparnaðarreikning og safnað vöxtum. Stundum þarf að líta hlutina í stærra samhengi til að átta sig á hversu mikli fjármunir fara í þessa litlu hluti og það er gott að staldra við að hugsa, þarf ég virkilega á þessu að halda? Já, hann sagði það. Þarftu virkilega á þessum kaffibolla að halda? Þarftu búst? Þarftu orkudrykk, nammi, samloku? Fjandinn hafi það. Þarftu mat? Þarftu vatn? Þarftu rafmagn? Þarftu bíl? Þarftu föt? Þarftu einu sinni húsaskjól, reyndar með húsaskjólið. Ef að þú ert með húsnæðislán hjá Landsbankanum, þá hvetjum við til að halda áfram að greiða það niður. Eða að greiða niður, ekki betur greiða niður eða greiða á því, heldur bara borga okkur. Af því að ef þú skuldar okkur 40 milljónir, var það 360 skall á mánuði, ef það er staðan, þá ertu líklega bara að borga cirka 5.000 skall af þessum 360 krónum í að borga af lánu sjálfur, restinu vextir til okkar, þannig að það er kannski smá mikið. En það sem við erum að segja, við teljum að aðalvandamálið í heimilisbókhaldsins séu kaffibollar. Þannig að okkar lausn, farðu á vef Landsbankans og bókaðu tíma hjá sérfræðingi okkar um það hvernig þú getur látið af allri vökvainntöku strax í þessum mánuði. Bókaðu tíma í appinu. Nei, við erum auðvitað að gera grín hérna, en þetta er kannski svolítið að mati margra afvegaleiðing á raunverulegum vandamálum fólks í því efnahagsástandi sem nú ríkir. Að því sögðu komst ekki lengra með þetta sinni hérna í fréttum vikunar. Hlaðarstátturinn minna hann sem ég held úti ásamt bróður minn Bergþóri Másinni sem ég sá hér klippa á hann. Það er skoðanabræður, þið getið nálgast hann á Patreon, googlið Patreon skoðanabræður. Ég minna á samstagsaðila mína, Þótt Þorgrímsson, Reykjavík Fótó og Myntkaup, auðvitað Rafstorm líka, Rafverktaka. Ég minni á grunngildi fréttaþáttarins sem ég tel að kæmi ekki að söka eða hefða leiðaljósi okkur öllum ykkar daglegu athöfnum helgina og í þeirri viku sem síðan skellur á. Gildin eru ást á ættjörðu, ást á sannleika. Ég sjáumst þið annars aftur að vikuleiðinni í millitíðinni. Guð blessi ykkur.